ef við ímyndum okkur að þessi laukur hérna sé jörðin okkar, að þá þykkt andrúmsloftsins það bil þykktin á þessu brúna skinni utan á lauknum. Og við erum að nota andrúmsloftið sem ruslakistu þegar við brennum jarðefni eins og kol og olíu. Og við á Íslandi höfum áhrif á þetta með því að keyra bílana okkar eða fara í flugferðir til útlanda eða þegar fiskimennirnir okkar fara út á sjó. Og við erum að brenna þessi efni svo hratt að þau eru að safnast fyrir í andrúmsloftinu og hafa núna orðið svo mikið af þessum efnum að andrúmsloftið að hlýna vegna þess að koltvísýringurinn í andrúmsloftinu hann tekur í sig orku sólarinnar og það það sem að hita upp jörðina. Og þess vegna veðurfar að verða óstöðugra í heiminum eins og við sjáum með gífurlega miklum flóðum og þurrkum út allan heim. Þetta líka valda því að sjórinn að súrna og það mikið vandamál vegna þess að 50% af koltvísýringnum tekin upp í höfunum og þegar koltvísýringurinn eykst í andrúmsloftinu og sjávarvatnið súrnar þá getur hafið tekið upp minna af koltvísýringnum. Þannig að þetta svona það sem við kalla jákvæð svörun. Það að segja þetta veldur því að hitnunin á jörðinni verður meiri.